Jæja, Danni, 17 stig og sól á Íslandi og hér erum við. Í Arinn eldi og við erum Ærismenn. Á einum besta bar. Karaoke-herberginu. Sem ég hef verið á einu sinni. Já, í þínu ástandi. Hérna. Mér fannst rosa gaman, ég var að labba hérna á Klústi og ég var að horfa á allt fólki sem var hérna inni og ég hugsaði þetta fólk hatar sólina, sko. Og þetta, ég tengi smá við þetta fólk. Já, en Íslendingurinn er bara við verðum að fara út. Já, ég líka hringdi því, sko, þegar ég tók aukaflug í sumarfríinu mínu til Dublin. En þetta komið 3. Já, ekki nema. Þristur. Ég er mánaðar sumarfrí. Hvað er ég að gera? Ekki allavega. En þegar ég lenti þá var það bara 60 og rigning í Dublin. Já. Og þess vegna líka við hæfum við séum svo á írska. Jú. Nýkomur úr Dublin. En ég er búin að finna út, sko, að þegar því ég er alltaf ofta að vinna á Dublinflý og þegar það sko rokarigning í Dublin, það er gott fyrir Íslandi. Þetta er nefnilega málið með Dublin. Ég myndi eiga heima þarna ef það væri svona Porto-veður eða svona Lissabon-veður. Þá ætti ég heima í Dublin. Já, ég er nefnilega ekki, ég er meira fyrir þetta að sitja inn á írskabarnum. Já, slökkljósin. Já, og smá svona, þú veist, ég klæddi mig, sko, ég er eins og ég sé á leiðin á siglingu. Þú ert sumarsvenni. Ég er sumarsvenni og hann gerir sig ekki ofta þegar ég, sko, minn klæðaburur er, sko, svart, ofan á svart, ofan á helst meira svart. Kannski eina hettupeysu. Og hettupeysa og svona vera smá kalt og fara út að reykja og finna fyrir, sko, þarna kuldanum, þú veist, er þetta reykur eða er þetta bara frostið? Einmitt. Þú veist, þetta er mitt fyrir, þannig að nú er ég að fara eitthvað sísón sem er ekki alveg mitt. Við erum bara að reyna að læra líka. Já, ég veit það, en þú veist, en þetta er, já. Þetta er ástand. Heyri, þú ert að opna bar. Já, við vorum að fá okkur, þú gafst mér drikk þar áðan. Fannst það ekki góður? Jú, getur þú sagt mig frá hann. Segðu mig frá hann, hann er geggjaður. Þetta er svona ostakökudrykkur. Ostakökudrykkur. En, veistu, hann samt léttur. Þannig að hvítinskellingin getur bara þrír í röð. Hvítinskellingin og Svenni. Já, og þú talaði nú að fróðan væri svo brund. Já, svona að þú ert að laga hana að þegar, sko, þú veist, endurinn, ég sagði þetta getur verið geibreytir ykkur, þú veist, fyrir homana. Já, ég held þetta getur verið einhver svona, þú veist, geibreyt, þetta, þú veist. Já, bara fánin alltaf hliðina. Sigmundur Davíð, Snorri Másson, komiði fagnandi. Já, það er lítið fáni hérna, ekki panika. Já, en ef þið finnir fyrir restina af drikknum, þá meði panika. Og ég hef aldrei drukkið brund, sko, þannig að ég hugsaði þetta er þá tilfinningin. Já, þetta er tilfinningin. Þetta er svona holótt, slímugt, þú veist ekki hvað er að gerast, þú veist, ert að fá kynnsjúkdóm, þú veist, ert að fara að láta lífið, ert að fara að kapna, þú veist, there is no way of knowing. Og hvað er ég að gera? Hvað er ég að gera í lífið mitt? Er ég að fara að hrækja út eða ekki? Fílaði gæjan, þú veist, eitthvað svona þannig. Fílaði ekki svona stelpur? Þú veist, er ég kannski bara streit? Eftir allt saman, svona öfugur Felix Bergsson. Já, mitt. Það var flott. Við erum á opnunum stað og ég og Ási, Guðfaðir kokteilsinnar á Íslandi, eins og Rás 1 segir, og það er bara alltaf full FM. Ég var er búin að vera undanfartan dag og það er alltaf svona eitt svona gæi hlaupandi svona, þú veist, hann er frá Sýrlandi og hann er hlaupandi og hann er bara svona, heyrðu, það er að græja þetta, og hann bara græjar það, bara með sjálfströsti. Hann er fixerinn, sko, svona gafferinn. Og ég var eitthvað daginn með honum og við vorum eitthvað að þrífa einhvern mat, matbar gæjarnir skildu eftir staðinn. Ok, allt í lagi, þú veist, ef þetta fór allt í fjandans fyrir nátt. Þeir löpuð út og veistu, ég skilða. Af hverju ætti þú að þrífa einhvern bar sem að þú þarft hvort ekkert að eiga við, hvorki leigu nýja ábyrðingur í byrgjum lengur. Nei, ángríns, og það er eins og það hefði bara verið að svotega sveppi, svo svona, heyrðu frá hausinn. Okay. Já, bara sleppum bara nýju þarna í stillingunni sem er að mæta bara labba út, það er eins og það er sko gufað upp, það er fullt af fötum á þarna, skór, það er eins og það er dáið, sko. Þetta voru ekki mikli smaksmenn, þannig ég hugsi ég fari ekki í ganga þann fattiskáp. Þú mátt fara í gegn. Hugsa ekki. En heyrðu, Sýrlendingur vinnur okkar, sko, hann er geggjaður og þarna, ég spurði hvað hann hét og hann eitthvað, já, ég heiti þetta. Og ég eitthvað, já, og hann eitthvað, nei, kallaði mig bara Mickey, eða eitthvað svona. Ég eitthvað, nei, ég get alveg sagt nafnið þitt, sem ég man ekki hvað var, vissulega. En fattur hvað ég meina? Svo byrjaði þetta og ég fekk eitthvað svona klístur á hendurnar og hann eitthvað,
ég eitthvað, ég þarf að þú mér hendur eitthvað hann eitthvað, yes white people should not have dirt on their hands sammála þarna, ef það er einhver sem er talað til mín þá var það þarna og ég fyrir king, ég bara nei, hvað ruggla þetta eitthvað, þú hefði náttúrulega verið bara yes sir já, ég hefði bara ekki yes sir, go to bonus á mín til nei, vákanir flottir ég fór í king og bara nei, ég get alveg klísraði hendur, hvað minnur þannig að ég veit ekki, hann átti flamingo á Akranesi Já, ég veit ekki meira það var ekki eina sig hvítum maður sem að vann á þeim stað nei, hann er flottur, bara sjátt á hann og ég ætla bara að segja, hvíta fólki við megum alveg klístra okkur hendurna þetta er hot take, en við megum klístra okkur hendurna þetta er svona hit take dagsins herði, við erum á írska barnum og það er sko, ég ætla fyrstulega að fá að taka eitt hérna. Ég ætla að þakka veður bara kærlega fyrir að vera hýst okkur já, við möttum að tala við þess já, ok eða svona þú veist, officially sko já, en ég menna það bara officially ætla að segja það núna og svo tala ég við þið á eftir já, þau eru bara við beint eftir þáttinn það er sól og sumar og við erum að fara nei, en bara þú veist, það er bara æði að sitja þar eðli málsangvæmt ætlum við að taka upp okkar þætti á nýja staðnum ég ætla ekki að segja nafni strax en á nýja staðnum það sem augljóslega matbar var það er komið út fullkomlega sens en við sitjum hérna á Æris og það er vegna þess að þetta er uppáhaldsbarinn minn þessi stað er náttúrulega hreinlega þetta er staðinu sem ég tala jafn ítlum og ég tala velum það er náttúrulega balansinn sko. En ég held að þú alltaf tala ítlum ég held að þú alltaf tala velum hann það var eitthvað frún sem að sitja hérna á kantinu sem var eitthvað ásagum með það já, þarna Gestína sem kemur eftir já, en sko þú hefur alltaf verið mjög hress með Æris þetta er náttúrulega uppáhaldsbarinn minn eina sem ég tala ítlum með Kari Gjörbergið það þarf að finna betra feedback á mækinn, hvað heitir þú meina reverb já. En Rúnar sagði sko að það væri ekki ég get ekki verið bara sveppatripp og halda ég sé að syngja fyrir hópin þú veist, þú veist að það er að vera þegar hópurinn er í raun til staðar þá verð ég að vita að ég sé einn af það bestu já, og þá þarf smá reverb þá verður reverb að vera og þú veist, Rúnar allt í góð, sveppatrippi ekki á annar staðar Rúnar sagði sko að það væri ekki reverb út af feedbacki en þá segi ég finnum lausn hann er tónlistamæður #endless_stark legend og við þurfum að finna lausn á þessu og þá kem ég svoleiðis syngjandi blístrandi hressininn og tek lagið eftir lag það verður við bókað bara ég, þú, Melli, hópurinn þú veist getum við líka sjárat smá Melli fyrir bara eldsnögt shoutout á Melli fyrir að ég gleymdi öllu í dag sem sagt, ég var bara á nýja staðnum bara miljón eitthvað að gera koktela nóg að gera og svo allt innu fatt að mér vantaði bara tölvuna fyrir þáttinn og hún sko ok, ég var eiginlega að fara út í það hún var 20 mínútur í 5 og hún átt að mæta á vakt 5 hún eitthvað, ok, ég hleyp heim þannig að hún hljóp allavega heim hjá Hlemmi frá Matbar gamla og hleypur svoleiðis tilbaka en fattar þá að þá mátti hún mæta kl. 6 á vaktina en allavega hugurinn þetta er hugurinn sem gildir og brennslan sem virkar ekki að það þurfa að brenna mikið þar og svo þurfti hún að hlaupa eitthvað eitt í viðbót þannig að bara Melli hún er búin að vera flott hún er hugurinn og líkaminn á bakvegna þá sjátt á hana og Írland Ireland að þeir eru hvort þeir eru ískum bar og held að vel að Melli sé að hjálpa mikið fyrir þennan þátt að við erum að Irishman sem írsk Irish woman herri þetta var smáðiðferð ég var að taka örlita pásu koma tilbaka og kynna nýjan gest wow. Jæja, þá er konan sem má ekki nefna nafn hún er mætt, hún er búin að vera í sólinn í dag er þetta ekki nafnlaust? Kallið mig bara Voldemort ok, Voldemort heitir hún Voldemort. En heitir Lilja Dísamt og er einn af rekstraaðlunum hérna á Irishman og eigundum og stjórnarisveis og herfóringi haldi ég að vera með krátið á Irishman og þar er meðal mig og þig og sérstaklega mig að kunna díla við, nú vann ég á Kringlukráni og ég held að Kringlukráin eigi sjens í rugglu á Irishman slagsmálin, fyllerið þú þarft alveg að vera kunna á fólkið en þetta er samt gert þess að hafa gaman það er enginn sem opna bar í dag there you go nema, þú veist, þetta er dýraekstur, þetta er erfitt að reyka en við gerum þetta, þetta var bara fucking gaman
og það gaman og til þess að hafa gaman þá verð ég að hafa gaman með ykkur og leifa fólk kjánandi sem þið eruð þá finnst mér ekkert skemmtilega að taka móti eins miklu villisíkur eins og ykkur eins og því ég mætti í gamla dag sveppagrippi einmitt, í gamla dag sveppagrippi en þú veist þá þarf maður bara aðeins að leiða ykkur fram í á villisunni og vera hvers inn á milli og þetta en það alltaf bara í nauð endan en þetta ekki þessi þunna lína sko, einmitt, haldið sleppti mér og að sko þetta Mama of the House en það má samt að ógeðslega hafa gaman þú veist, allir eiga að koma þetta inn, gerða það svo vilt bara hafa gaman, ekki eyðileggja fyrir öðrum það mín regla það góð regla og ekki, kannski, þetta staður almúans þú veist, ef þú segir mig, mér lókar í karaoke herbyggi get ég borgað auka 100 skall, alls ekki þú verður að hugsa þetta fyrirfram þú veist, við erum ekki það eru allir að borga allir sama fyrir bjórin þannig að allir sem eiga sömu reglu en við erum myndis að hafa gaman ekki eyðileggja fyrir öðrum, þá ég bara ógeðslega satt með kvöldu. Ég ætla að bæta ég svo sammála þessu og þetta finnst mér oft vandamálið á sömu veitingastöðum og eða börum að núna það sem ég er búin að vera sérstaklega börum ég er búin að vera eða veitingastöðum, ég er búin að hoppa á milli aðeins að hitta upp og vera flottur það hefur stundum komið svona heyrðu, þetta fólk það þarf að gefa þeim VIP extra góð ekkert vera og einu veitingastað þá sá ég standa það var Aron Khan í bók og það stóð Aron Khan rappari þannig að basically Aron Khan það er enginn að fara að drekka þannig að kúvertin 0 og svo vil hann heldur ekki entertaina ungu stelpunar sem vilja reyna verð að því hann veit að vera eitthvað prívat ég nenni ekki neitt svona lífi en það tjókir mér það en að við segjum hvað stóð hjá Aroni Khan og svona það stóð VIP, extra góð þjónusta borgar ekki rukka borgar ekki reikningin hvað ruggli það? Þetta sko, nei svona búsi, ég nenni ekki svona en eins og með þjónustuna leið og stendur getur nefndin á staða hann er þetta hættur ég ætla ekki að vísbendingu en það betra að nefna hann er hættur og hann var í Vestmannu við erum að tala slippin nei, ég sagði það ekki hann sagði það ekki ég veit það ég veit það en það skiptir ekki máli það er samt svona atrið með að leifa þú veist, hvað sem er slippurinn eða einhver annar staður skiptir ekki máli og borga sama þú veist, mér varst líka á tímabili manni sko kóli gamla þetta þegar þetta var að byrja það var þetta rosa mikið svona reyndir ekki Aron Khan og einhver rappar heldur einhver svona þú veist, einhver skonar arkitekt er að mæta sem að er einhver típa þú veist hann, og ég meina þetta er A-típur sem eiga peninga til þess að borga reikningin og hversu mikið publicity þarfti við búum á Íslandi sko frægasta fólk á Íslandi eru ennþá bara minimalistrar það er öllum drutt sko ef þú borgar það sama eins og krakkfíkillin inn á hodinu þá farið bara sömu þjónustu sko 100%. Það á ekkert að vera sleikja raskatið á okkur Aron Khan sem að þarf síðan sem er reynda geggjör nei hann er bara sem dæmi hver sem er út fræð það er 350 mann sem búið hvers konar fræður ertu þá en svo finnst mér líka þú ert ennþá að borga lániðina pínulegt eignin í Vesturbænum þetta er ekki svona mikilvægt sko þú er bara alveg svo næsti maður við hliðina en hvað með að gefa reikningin einhverju svona einstæðri móður sem á ekki krónu nákvæmlega eða kaffibóta fyrir menn sem ganga inn á göturnar ískalda vetur stundu tekum maður bara betur á móti því fólki heldur en mann sem kemur og segir ég ætla að borga minna en svo finnst mér líka smá munur því að þú ert einhver svona nýr staður að fá einhverja samfélagsmiðlastjörnu eða rappara eða tónlistamann eða þú veist, bara einhvað í því mengi til þess að gera einhvað á samfélagsmiðlunum við erum mjög lefið þar það kallar skiptidíl þá er þú að delivera, þú ert að vinna en að fá einhverja típur sem að mæta til þess að borða ekki bara sem bóka borð ég veit ekki, þú veist ég myndi ekki vera eitthvað að fylla vera eitthvað svona, svo borðaði ég á einn stað og svo bara svona gleymi því bara skilur, bara ándjúst gleymi því bara daginn eftir en líka þegar þú segir gefum þessu ekstra góða þjónustu það þýðir að öll önnur þjónusta sé aðeins verri ég er samanlega því nefnilega, ég kann ekki með þetta svona sko. það er ekki fyrir mig sko. allir eitthvað tánum yfir einu borði og ef eitthvað svona kemur inn þá er ég bara svo eins og séð ég myndi aldrei láta starfsfólk mitt vita því ég myndi aldrei leyfa starfsfólk mínu að vera eitthvað svona, hei, það er eitthvað VIP í hotnunina ef að svona byrj kemur inn þá er ég eins og séð það og þá passa ég bara eitthvað ég nenni ekki að vera að setja upp á milli fólk sko.
skóplu haka, þetta bara plebbaskapur. Þetta er hallarslegt fyrir alla peningin. En að því sögðu, þá finnst mér líka þú veist, ástæðan fyrir því að írskibarinn einn af minnum upp á stöðum, þannig bara hælum honum aðeins meira. Það er smá þetta moment, og ég hef sagt það margótt hérna í þessum þetta okkar að þetta moment sem að sko, þegar ég orðin til þess bara svona töluvert drukkin helgar, virkum, whatsoever þú veist, þá þetta í raun og verið eini barinn sem að tekur á móti mér sem að sko, það einmitt, það eru allir tildulega jafnir það er engin þetta er ekki einhvers konar hvað heitir staðinu sem ég þóli ekki innir fyrir Það nokkrir þar ég er að tala sem allir elska sem að það eru með kóðan á Kjarval, já, einmitt Vinnustofa Kjarval sem er eitthvað svona bar sem er svona orka bar þar sem allir eru VIP og það mynda sig einhvern veginn svona ógeðslega skrítið samkeppni En málið það eru allir VIP þannig að hver er mikilvægast þá? Þetta kemur niður á nákvæmlega sem er niðurstóð hér Það borga allir einsum að samaðninni allir eru samt að láta regna upp í nefa sér af því að þeir borguðu sér þetta er bara, þetta stjættir sem ég vil ekki fá hingað En að því sögðu heyri það Nefnari komið og séu bara hress Já, við erum að gera þetta til að hafa gaman Það er engin, þetta er dýrasti rekstur á landinu þetta er ógeðslega erfitt að reka og það er enginn sem kemur og er bara svona ég ætla eða ógeðslega miklu peningum ég ætla að byggja hérna ógeðslega flottan bar ég ætla að borga fullt af launum við erum að nætukaupi og alls konar og svo ætlum við bara að vera ógeðslega leiðileg Jú, það er alveg margir Jú, það er margir, já ég man að það er miskildi businessin Það er að miskildi business, þú verður að hafa gaman að Smá eins og þau gera Monkey, sorry Já, þú veist ekki bara ekki á Monkeys veitingastæðinu sjálfum heldur á barnum Cocktailbar þar átti til dæmis að hafa við hefum getið gert það mikið skemmtilegra eða getið tekið svona helmingina til dæmis Dolly gamla Dolly bara svona aðeins meiri hásstólist loka til dæmis milli bara og veitingastæða sleppt kampaðislestinni nei, mér finnst hún cool ég verð að segja, mér finnst lestin cool þetta er tjú á freyðivinni þetta er, herri, mér finnst alveg sniðut að hafa eitt svæði þar sem er bara fyrir Woogirls Já, en byrju, sér er líka ég elska steampunk og ég er alveg með svona nokkra bara í hausinu sem ég langar minnst ógeðslega cool að vera með Við vorum útskýra aðeins steampunk ok, munið eftir hvað heitir það með Will Smith myndin Húkomyndin, þetta með klukkur Martin Scorsese eða Wild Wild West og stundum verður að kalla sko svona industrial futurism og þetta er ákveðin þemi en á sama tíma er þetta bara lúk ég myndi vera með sama viðhorg eitthvað gleðinu og bara allir koma inn höngaman en mér finnst það alveg cool að lappin á bar að það þurfi ekki allir bara að vera ískir eða enskir eða pöppar eða danskir já ég er að segja, þú veist það má alveg ég finn það ekki írska en ég ætla að skjóta aðeins tilbaka þú ert að tala að með koktelbarinn þau hefur gert meira Dolly hvernig hefði koktel og ég býti ef þú eru að hlusta núna ég er bara með spurningu bara hvernig hefði að því að sko ég var með í Dolly og þeirri uppbyrsu sem það var Dolly var teknobar með hús með sko ótrúlega vel vöndum DJ-um sem er opn til 4:30/5 stundum 6 eftir því hversu mikið sko e-töflur sem er barþjónar ergo ég var búin að fá mér á barnum þú veist, hvernig sér þú að koktelbarn hefði getað mætt því mikið? Nei, ekki mæta, heldur half of it þú veist, ef við hefum til dæmis gert þetta aðeins dimmara og ekki heldur vera þjónusta ákveðnu fólki af því að þegar ég horf á Monkeys þá líður mér svona svo þetta er sami konu okkur og vegumót átti nema það fólk var bara fullorðið og bara svona byggur til nýja hugmynd fyrir gömlu vegumótu og þú veist, nú segir bara mér finnst alveg sexy af lestina mér sexy að sé, þú æfættur við tóku yfir þessu gerum þetta aðeins dimmara, hendum smá bassa í þetta og skemmtileg koktelar og nota mitt neðri hæðina og vera með smá punk í þessu, smá gaman og sér að hinum með við er líka bara skemmtileg veitingstæði með smá punk en í staðin var ákveðið að level þetta upp sem að við þurfum ekki þetta level af stórum þetta er allt gengur vel hérna, ekki miskilum mig nei, bara hversu stórt á level þetta er þetta er alltaf skelfisk og þess vegna var sniðut líka að katta niður ekki vera bara með eitt veiting þetta er svo óbærslega stórt rými þannig að ef við drögum þetta saman þá er þetta raun og verið það sem þú segir að það hefur verið sniðut hjá
strákunum og þeim pönga þetta þessu, hafa smá meira gaman að þið nota kannski neðri hæðina sem bara eitthvað skrýtin prívatröstrand sem að enginn nýtir sem hægt að nota sem eitthvað danspartí ég menn það ekki svo þrýfi klósti betur aldrei næstu bar loka 3 já, þeir hafa ekki leifið til þess ég veit en þú veist, jú nei, þeir geti ekki fengið leifið til þess að þeir eru með veitingastað ok, fair enough, loka 1 og svo bara eitthvað svona, þú veist, svona soft close já, ég segi, þetta er gott prí og þess að á Íska til dæmis nú erum við bara með leifið til 3 og við höfum okkur gengið óbúslega vel sko sérstaklega að því að þú veist með pöppana þeir eru allir til 4:30 og eitthvað svona en við höfum fengið fyrripartana ógeðslega sterkar og fólk hefur komið hérna eiginlega í prídrykki sem ég er óbúslega glöðuð það fyrir bara á föstudögum út að borða nei, bara á happy hour á föstudögum minni er öll borð full, það smekksetið Íslendingar okay, og það er það sem að ég er hvað mest stoltust af að bara að fá svona erlenda stemmingu inn fólk bara klárar að vinnu, varst að klára hérna næsta hodning bara lögfræðingur eða viðskiptur whatever, þú bara nenni ekki að fara úr skiptinu skil eftir tölvuna, sækir á morgun með bílnum þetta er býr nokkur að genast þetta er næs þetta er ekki mjög írst brest og ná þessari stemmingu upp á Íslandi er ekkert auðgefið sko þú veist, after work stemning og bara við höfum alveg verið duglega að ná þessu sko. þú veist, og þarna og það að fólk sé að mæta hérna og kannski, þú veist, ætlar að fá sér einn fá sér strax annan einn tjökk, annari chill og svo gleymir þeir aðeins og allt einn ertu fann að sleik við ykkur að gæli svo allt ykkur að sleik við og þetta allt vinnukonan sem að þú veist, það má við erum bara endast að hafa gaman við dæmum ekki á Æris gleymdu því nefnum þú fara á baksvæði mitt en þá ég er alltaf kurtis að segja bara þið geti farið og gert þetta heima hjá okkur það er alltaf hægt hefur þú verið að grípa fólk við eitthvað dónalegt en í skúringa hjálpi mér, maður fekk 3 manneskjur hérna og ég sagði það hlýtur af eitthvað 3 bara 3 já, okay, og ég hugsa nei, 2 menn og kona og ég hugsaði eitt af ykkur hlýtur að vera single en svo kom bara annað í ljós var þetta Póli? hver veit, ég spurði ekki lengra en hvað er þetta stór? Þetta er stór, já ég meina, þetta er stór bar þetta er 3 manna skúringaskópur því að þetta hérna þetta er besta keimslur í mig bænum já, sko þetta er gamli kaffi Rosenberg ef við förum í rótina smá situr í eldursun og gamla Rosenberg ákveð núna já, og þrísom í gangi en sko rótina sé þetta er náttúrulega gamla kaffi Rosenberg og svo opnaði tíma ég ætla eiginlega bara að negla þeirri svo út núna, af því að hún hefur aldrei komið í tíma opnaði Óli og Kára Sturluson Rosenberg, nýja sem var hann að átt að við eitthvað svona, þú veist þetta þú veist að leifa tónlistamennum og máli það er líka mikið veit sko við drápum svolítið stemminguna með og svo opnaðir og svo gerðir og svo flottan svona millir bar sem var eitthvað sem að þeir sóttu eitthvað frá New York og hann var brass í þokkabótan einu minn þú veist þetta var alltaf svo flott og eitthvað og ég kom að hjálpa til á einhverjum tíma og svo fór það bara allt í fjandan sem svo gengur að gerist og sumir borgi ekki yðgjöld og eitthvað þú sumir fóru fengu fangistóm og þú veist allt fyrir að milli en þarna ég samt alltaf pepp á báða herramenn ég stið það persónulega ég stið glæpamenn en ég borga alla skatta en á þeim tíma áður en já, ég gerir það en að því sögða á þeim tíma sem þeir eru með þetta, þá er ég að hjálpa þeim og Svangvít líka á veður og ég labba hérna bakvið og þetta er bara eins og þetta sé, þetta er rýmið, sko lagerinn í það bakvið er eins og svona mini geimslustöð fyrir bara hörpuna, fyrir bara sviðsmenn í hörpunni ángríns þetta er huge ploss og rennihurðu sem að næ sko út á hverfi en þú skilur ekki, við notum sko magnið af kútur sem við fyrir mig gegnum til dæmis fyrst er við ég og hún í Helena sem opnaði með mér með strákunum við vorum bara vá, komandi frá enska og hún komið frá Lebowski og við bara vá, þetta er gegn ok, en Lilja, förum aðeins í gegnum smá ég veit að Danni þúlur ekki því ég fer í þarna ég sagfræðina ég elska sagfræði þú ert að hugsa pólitík sorry en förum örlítið í þarna ég sko tíman þinn að því að sko þú ert búin að vinna í þessu kompani ég er búin að vinna í hvað árið 26 mínus 13 ár og þú byrja 2013 var hvað Æris búin að ringi? Nei, ég byrja á enska ég var að reka enska í mörg ár hvernig kom Æris? Já, ég sem sagt
við byrjum alveg að byrjunni uppáhaldsjobbið mitt fyrir og síðar, ég byrjaði sem uppvaskari 12 ára gömul. Hvar? Á Ronni? Nei, það var fyrst í barminn. Ég byrja á staði í Keflavík sem Örn Garðarsson, hann var í fangelsi þá fyrir skattsvik. Og þar byrjaði ég í uppvaski sem að ég held enn þann dag í dag sé besta jobbið mitt fyrir og síðar. Ég er sammála. Ég byrjaði í uppvaski. Þú bara væpið að vera uppvaskari, þú partur af eldhúsinu, það er tónlist, þú ert bara út rennandi blaut og það er bara, það er helkaða gaman. Og þú getur þú ert alltaf góði gæinn. Alltaf, og þú skúrar eftir vaktina, þú ert sá sem púsar. Og hvað er svo gömul? Ég var 12 þegar ég byrjaði þar. Ég var líka 12 ára þegar ég byrjaði á Hótel Utne í Noregi. Svo var ég 14-15 þegar ég færði yfir á gólfið í Þjónin. Og og það er bara öðru sig, ég kem frá Keflavík líka. Voru þetta staðir alltaf á Keflavík það? Já. Og svo er ég að vinna þarna og svo svo fór ég á loðnuverti þarna 16 og þá var ég bara svona, ég get alveg unni fullt af jobbi. Þá sáttu ég með ráni, 17 ára fekk ég fyrstu barþjónavinnuna mína og það er svona Monaco Reykjanesins sem heitir Ráin og heitir enn og er enda á virk opið, halló smá innskot inn í þegar við vorum að taka upp True Detective þættina þá vorum við lókjöti með beysi okkar og þetta er humongous var rétt við var við sjóin eða við höfnina og bak við Ronna og Yours truly, Sven hér spottaði leið, bara eitthvað, það er bara hér þannig ég kíkti stundum Ronna með kössum, spilakössum hún er fucking legend ennþá eins og var þegar þú varst að vinna ég fer það regla á ljósulót og fer inn á Ronna og ég er alltaf bara svona þessi stóll, hér var kona sem hún fór einu svona klósti alltaf í hátinu, hún drakk Campari hún náði nýra klósti einu sinni svo var alltaf sami stóllin sem hún pissaði og ég þreif ykkur með einsta degi og það var full þjónusta þú komst nýra á Rá ég satt og þjónar alltaf fullandi menn allir vildu Lilju kveðju hafa og svona einhver algjör dónaljóð sem við skrifuð til mín ekki nýðvísu samt jú, 100%, ég var 17 þegar ég voru 70 svo skuslaði ég þessu mönnum heim og ég labbaði aftur nýra Rá þeir komu og döfti í það Vist það fallegt ég sé allir heilskinni, full fucking service og þetta var þessi hjálparnum uppi sjálfsög og í litlu bæjarfélagi en þetta smá eins og lappa bara inn í 80s þetta er bara og enn já, ég meina, þetta er ennþá sem er borðin og sem stólar og bara, þú veist, þetta er en svona byrjaði mín vinna og svo flytti í Danmörkur kem heim, flytti síðan til Bretlands vinn þar á svakalegum koktelabar það meinti til kynist það líka bara stórum hóp bara eins og Elinor sem er að vinna hér í dag ég bjó Brighton og ég var að vinna Brighton og þar var ég að vinna á bara stórum koktelabar og það var svona mín fyrsta svona sjokk yfir alvöru koktela keislu, þú veist, ég kem inn og ég bara, þá var ég búin að vera reka enska í 2 ár og ég þurfti bara svona change of scenery, ég bara, ég var á keislubar svo labbaði inn og þetta eru bara koktelar og Brighton það eru 300-400 mann sem vinnar búa í, ekki vinna, heldur búa í Brighton Hove en helgar á sumrin það eru bara 500-700 mann, London kemur bara niður túrismin það eru 800 mann sem koma í gegnum barinn minn að því ég var einu stærsta koktelabarnum og við vorum bara og daginn vorum við svo festivalarna, Great Escape þetta er bara eitt besti bæstur í Englandi og spyrir mig elska Brighton og svo og þarna lærði ég samt þetta er ekki Homabær þetta er bara í Evrópu en þetta er samt líka óslega mikið punk og þetta er bara frjálsíkja það er bara allir bara frjálsbær og bara meira þess að homanir þeir eru í Nazi uniforms þú veist, ég er ekki að djóka nei, þú skilur ekki daginn, ég er ekki að djóka Nína tér, þú veist, ég kom það er Dr. Martens rauðar lace-up þú veist og ég kem inn og ég held þetta væri eitthvað frí nei, þeir ákveðu homanir í Brighton ákveðu að vera bara svona fuck this shit þetta er mest að svona flip the coin allra tíma svo þeir fóru bara í nýnasista uniform og voru bara but we sucked dick en ekki með krossin nei þá hefði ég hlupið að herra manni nei, þeir eru bara, þú veist þeir líti bara út þessu nýsastar en þeir voru bara, ég tek hann upp í rassinu ég fokkin elska sjú og setja hvað upp í mig líka það er Joy Division late 90s Manchester vibe já, bara, þú veist, tökum power af þessu, skilju Þýskur industrial og Das af steampunk þetta er hýtturgoblir eitthvað svona já, mér finnst það ógeðslega cool bara þegar ég flutti þarna var ég bara eitthvað ég er eitthvað að miskilina bæ hvað er að frétta með alla nýsasta og svo bara, nei
þetta er bara punk í þeim þetta bara hommanir, þeir eru reynda på bulldog þú veist, og svo bara í enda kvöldsins þá skiptar í svona chap-buxur og það var bara open enda þar og ég bara, here we go, I like this stuff nú er ég fucking vel inn og ég ætla að búa hérna einu ég held sem að svo á Íslandi getur ekki þetta nei, en þetta er ógeðslega gaman og þetta líka, þarna opnast aðeins víðáttan, við lærum og við lærum að elska betur held ég sko, en líka sem lærum þarna var að gera alvöru koktelkeislu hefur eiginlega ekki gerst við oft hafað þetta það við vorum með dagsil að við hræðum ekkert á kvöldin við vorum með sasarak og á daginn ekki hristan nei, við hræðum á daginn svo bara klukkan 6 þegar kannski klukkan svona milli 5 og 6 þegar kvöld svona maturinn var að klárast og svona, við byrjum að fá bara mikið af fólki þá var tekið allir dagselar í burtu og svo var settið nýjir koktelselar sem að voru bara algjör algjör keisla hvaða koktelar voru það helst? Svo vorum við svona eins og það var maður í Brighton sem að áðu Black Dove og hann eiginlega sér, hann er svona eins og á sig hann er bara keiftur inn, bara einn koktelameistari keiftur inn og hann kemur og kennur okkur öllum setur upp koktelalista og mikið, hann gerir bara fyrir hvern eitt stað, þannig að það sem ég var The Mesmerist, það sem ég var að vinna þá við vorum með bara alls konar The Mesmerist og er ennþá eða? Já, bara og í fúli sving, bara ógeðslega flott á 4 hæðum já, ógeðslega gaman og og kvöldin þá fórstu bara og svo var 3 fyrir 6 af mojito ég var með 8 mismöndu bröðum það var blábýra, það var vanilu og svo maður bara þetta var momentið svo sé social munið eftir já, nema þú veist, svo er líka svo ertu líka með vodka Red Bull og svo ertu líka með, og svo ertu með Negroni og þú ert bara með 9 kokteil í haustum en sko, svo finnst þú ert að læra þetta þetta er að læra að gera kokteilkeislu sem mjög fáir barþjónar á Íslandi hafa upplifað sko ég held líka mörguleiti fáir barþjónar í Íslandi í dag hafa upplegað bara svona almennilega keislu ég er að segja það yfir höfuð ég meina bara líka bjór ef við spólum tilbaka bara hjá mér á prikinu í gamla daga þú veist, ég og Jeff að vinna saman á vaktinni að taka allan þann pöpul sem var að mæta og svo voru þeir að hætta okkur fulla á sama tíma tóka bara á hattinum og ég get ekki drukkið meir, ég get ekki gert ég tók bjór og svo vorum við allar dælur í gangi það voru allar dælur alltaf í gangi á sama tíma vorum við allar bara vodka í og svo gott að vinna með fólki sem að líka ef maður syngar inn, það er að dansa á barnum en þetta var eitthvað svona barkistla sem að en samt að því sögum til að klára þetta, það var það þú veist í gamla dag eins og á þessum bar hjá þér í Brighton og í Reykjavík líka bara þú veist á öllum byrjum það var bara kersla það var ekkert endilega flóknustu koktelarnir en það var bara svona brjáluð kersla þar sem þú stoppar ekki svona 4 tíma eitt líka að vera gera koktela í blandi bjór er oft jafnvel flóknura þú þarft að vera með dælunni gangandi nýta tíman á meðan en þjónar riffmann mitt í að vera að gera koktela eða bara gera drikk og ná að taka dæluna það er að segja, besta hrósi sem ég fekk að ég er alltaf kemur svolítið bara blöyt bak við eyrun að inn í þessu koktelamenningu í Brighton svo ég kem inn og ég kann að vinna á hröðum bar búin að gera það á Íslandi og bara bjórbörum skilur, svo þetta kann ég gera eitthvað koktela og svo einhvern tímann þá bara bila að gera og ég bara með 4 kokteila fyrir fram mig, svo segir hann 3 bjóra og ég hendi, bara með annari hendi skelli 3 bjórum og byrja að dæla og Gaur við lína mig sem var svona head kokteila, hann sagði bara good dag on the beer Lilja ég rann næstuði til og veist það, einhver Gaur sem var fokkin histi 19 kokteila á bara 2 mínútum ég var í basli, einhverjum miðjubás en þegar ég kann tekja aðra hendina á mér og blanda á hinn að því að bjór að því að svo, já, það ég er ennþá í það er ég bara þetta er flott en til þess að klára þetta smá áður en að því að nú eru komin ykkur svona ördaskap sem enginn er að hlusta bransafólki en að ég ok, þannig að þú ferð á English ég kem aftur English, ég var á English í 2 ár en af hverju vildu ekki gera koktela þegar þú komst heim? Þú kemur heim bara á svona præma ég skal bara segja ykkur minnst koktelar er alveg frábær menning og minnst þetta cool ég drekk whisky, ég drekk tequila þetta er
ekki kannski partur af áhugamálunum mínu. Já. Þú veist, mér finnst rosalega gaman að spýra, mér finnst gaman að kynna spýra og ég elska að hafa mikið að kunnáttu whisky og alls konar, en hvort að mér langi, mér finnst oft, ekki dæma mig, mér finnst oft verið að reyna að finna upp hjólið aftur. Þú veist, ég oft bara svona, þetta fullkomið cocktail og svo eitthvað svona, en við erum í jarðabæru útgáfu, bara why? Þú veist, ég fattur mig. Þetta flott og sniðut, en ég er ekki að það settu mig í eitthvað skítut hotn inn á okkur ískumpöp með gott viski og bjór og þú getur bara haft mig þar helviti káta í marga daga sko. En það er þú að heima vill lifa, þannig að þú endar ég henda mig betur. Þannig að þegar Óla og Kári Sturla voru búin að fara með þetta til fjandans þá kemur að því og ég man að þá erum við nýlega orðin vinnir. Nei, ég hef búin að reka enska í 7 ára. Ég veit það, en ég meni að vera svona nýlega orðin góði og þú ringir í mig og segir að þetta hefur verið mér boðið. Þú sért að fara að taka þetta og ég var eitthvað svona smá þá var ég smá undir áhrifum, þú veist, Óla þeim eitthvað án og að fræðilegja. Já, sem bæði mig, ekki skilja mig. Já, ekki miskil mig, nú ég algjör tónlistarunnandi og ég bara hvað gamla erfiðis, ég fór aldrei, nú ég hælakelling dauðans, ég fór stríða sko með gamla erfiðis, þannig að ég var með packed fucking sketch, ég var hlaupandi hérna á milli og ég búin að ferðast alla mína æfi á alls konar tónlistarðir og ég lifi fyrir tónlist, en samt að þetta. Fyrir maður síða samt, þú veist að þú var svolítið líka. Ég var rísa partur á Rósenberg gamla. Ég heldur ekki að gleyma að Rósenberg var ekki búið að gera neitt í langan tíma. En þetta var samt eitthvað svona saga af 100% Reykjavík bara gátti þetta. Og þannig að þegar þið eru opnað þetta þá hugsaði fyrst bara, og þú veist, nú vil ég segja mína upplifin. Það voru allir bara hvað dettur ykkur til hugur að vera að gera þetta. Þú veist, ég man ég sagði einhvern veginn við því, ég var bara svona, þetta alveg hrikalegt og nú var bara eyðilegja eitthvað svona menningaverðmæti sem að, þú veist, voru einhver nokkri trompetar og einhver fiðila á vegnum. Þannig að þetta var ekki verið það, en það var samt alveg svona múæsing. Já, múæsingur í kringum þetta. Já, þegar við lifum að líka bara í sundur, það var ekki skilja eftir drópið sko. En fyrir mitt leiti að þegar ég lappaði inn, en þegar ég labbaði hérna inn Þú komst inn þegar við erum að byggja rétt áður við erum að opna þá fékk ég alveg svona ok, þetta makar sense Það var líka metnaðalaður sko. Mín upplifun ég skólst upp á Rósenberg, byrjaði að spila þetta 16 ára, voða gaman og svo kom Óla útgáfan sem að hún gekk ekki en sorry bara, þú veist, það breytist eitthvað sem að virkaði ekki og ég, þú veist, það var bara eitthvað þetta var mjög heiðarlega tilraun og ég var svo óslega ánægður að bara héldu nafninu gerðu betri mat, þú veist, og svona og svo kom Irishman pub og ég man auðvitað, þú veist, þegar maður fyrst þegar maður bara eitthvað en eitthvað annað erlend nafna pub danski þar, enski þar, á einhverju tímpúti er maður bara eitthvað í alvöru og staður kannski sem maður er búin að vera að spila á síðan bara í 4-5 ári eða eitthvað ég er mýra jafnvel og svo kem ég þegar nýbúið að opna og það allt í einu bara komið bara 16 gámar bara frá Írlandi bara með munum og stemmingu og ég hugsa fyrst svona þetta er mikið Disneyland það var svona plastlíkt í loftinu og við höfum talað þetta aðri og þú með bara sem eru þú sett svona bara plana sem eru ekki raunverulega allir á sama máli og þið sko, allir voru sama máli staðir sem eru ekki raunverulega búin að fá einhvern veginn að lifa, vaksa, migla þú veist, allt sem skiptir máli ég var að segja gerjast frekar svo örgulega svona viku setna var bara komin innismókur, klístra gólf og ég var bara þetta tókst það svo er það líka alltaf þegar með fólk sem actually vinnur svona þá veist maður verður megum við þakka því að það var innismókur eftir vakt 100% ég reykti sko 20 sígarettur bara minimum eftir vakt sko og svo er líka bara mínir meðeigendur hér inni og bara okkar rockarar sem að, og eins og Logi Helgason aldrei taka það frá manninum að hann eiginlega byggði bara borgina upp eins og hún skilur, hann er fyrstur til að setja útibóður hann er fyrstur til að gera rosalega margar hluti og hann er hjálpa okkar brautriðandi í miðbæðarlífinu sem við höfum í dag og það er ekki margir sem myndi fara þá leið en svo líka þegar við vorum að byggja þá í staðin ég meina, sorry, tilbaka, þú veist, Logi Helgason hann opnaði fucking geibar einmitt
þú veist bara maður hann gay? Nei hún er bara briljant hún er bara vanta bara góðan geibar Logi Pögg og hann er bara eitthvað sem var gaman getur gagkinuð maður opna geibar og það virkar hann er mér óhört ég og Óli þið voru saman þeir voru ekki gagnsniðir Jó, Óli Hjörtur Þeir áttu þetta ekki í þessu, voru reykjandi hann sett ykkur í þetta Ég held að Logi væri mættur Nei Hann opnaði staðinn, bjóð hann til og svo sagði stráka, gerði eitthvað við það Svo bara fóru þeir með þetta eins og það fór Í reynverið, þannig við þræðum smá bara frá Logi Helgason frá Torvaldsen yfir á Kaffi Viktor, Torvaldsen Kaffi Oliver Kjúpar, Barinn þú veist, bara svona ekki allavega reyndar Það slitna allt upp og þeir tóku borgina skuggabærum En Logi hefur til dæmis aldrei unnið á börunum almennilega Sko, í Logi veitingamæður, hann lærði veitingamæður og hann lærði þjóð Já, og hann lærði á Lækjabrekku og svo fyrir til Nýja-Sjálands og eitthvað svona og hann alltaf vann á Viktor Átti Lækjabrekku eða ekki líka? Nei, hann lærði þar og svo Kaffi Viktor, þar hann að vinna bara 23 á móti sjálfur sér og þrýfur og gerir allt þetta er bara old school veitingamæður þú veist og hann er búin að fara í gegnum alveg fram og tilbaka fjárhagslega og alls konar bara virkilega, þetta er bara aðdáunarverður maður þegar kemur að því, út af hún er vist ennþá þetta er maður á fullorðinsaldi og hann er ennþá bara hvað slúður er í gangi, hver er að soja okkar það er bara, hann er virkilega gaman að því að vera ennþá í barbusiness í Reykjavík og bara, hann vil helst hafa mestu hræðurnar fyrr og síðan en það ánabindandi að vera í sér stúri svo hann líka bara, Logi líka þekktur fyrir það að vera, hann getur verið síðasti maðurinn út af sæðinu en fyrstur inn og hann er ógst að sangjað og hann er fullur af kærleik á vaktina og að vinna, þú veist að vinna bara á skrifstofunni ég get hringt í hann á morgun og sagt, heyri Logi, getur þú að opna og hann bara, ekki máli, ég græði það veit hann hvað hann að gera? Við sjáum það á morgun en hann myndi ekki hika við það, að baka mig upp Ég finn lykt af gestavakt Logi á Irishman Collab Já, ég var eiginlega frekar til að sjá Arnar af því að Arnar tala stærri munn heldur en Logi veit alveg hvað hann situr Arnar tala stundum herra heldur en þetta gera Þú meinar Arnar er samt bara að síkja strjókur það var nú skemmtileg þannig að við förum að því að við ætlum að fara rétt eftir augnablik örlítið inn í þarna að því að við erum með gæst, við erum ekki með gæst lengi þannig. Já og þetta er bara Andri Ángríns Hjúts þetta er fyrsti gæsturinn í langa tíma, held ég svona 20-30 síðan Exið já en þarna þú ert búin að vera hérna núna síðan þá 2018 ég er unni 17 þá hætti ég á enska og þá byrjum við, þetta er 11 mánuði sem ég tekur að byggja þetta það er rosalega tími þú veist og bara og smiðir inn og ekki gleyma því heldur að við erum mikið af þessu er byggt hér á Íslandi þetta er ekki fluttinn sem eitthvað við fórum út og kaupum sagt, mikið frá kirkjum og öðrum börum sem komum frá Írlandi þannig að svona, þú veist, auka hlutir eins og allt sem er handgert svona rúlur og barnum og okkur svona en barinn sjálfur er byggður hér á Íslandi við vegginir allt saman, þetta er allt byggt hér og síðan fáum við svona krúsidúlunar okkar þú veist, krúsidúlunar sem gera barinn að ískum bar eins og ljósinn og þú veist eins og veggurinn bak við píluhotni hann er 170 ára gamall þú veist það er ennþá viðbjóðslega lykt á hann þess vegna komum þessi góða vonda lykt sem fljótlega við fáum hluti úr bara böru sem eru kannski 100 ára gamlir og svo deyja þeir og þeir eru brotnir niður en í staðan fyrir að taka á henda hlutunum það er bara tekið að veggjum og síðan er bara svona eins og kólaport sem þú getur farið í og keypt hluti af alls konar þannig að við erum að tala um sustainable bar græna kortið að þau nei, menn ástofnir, við setjum hérna inn í karaoke-herberginu hérna inn er ekkert nýtt en ef þú ferð út, það eru krúsidúlur út allt og planið var alltaf að reyna að gera þetta eins ekki authentic, við erum ekki dýra við erum bara svona að stela hugmyndinni en að gera þetta þannig að þegar þú lappar hann á ískapaðar í útlöndum, alveg saman hvað það er sömu tilfinningu, þegar þú kemur ekki eitthvað líður þessu útlöndum ok, má ég spyrja það virkar smá bara spurninga þegar við erum hérna með þig hérna og þú veist, virkar eins og trúbótor stemningin ég ætla bara að spyrja virkar hún? Þetta er eina sem virkar en virkar hún alltaf? auðvitað, ég skal bara segja reitt auðvitað, eins og núna er túrismin búin að minnka og svona en eins og bara gefa að þú sjálfur í útlöndum segjum að þú farið einhverstað til Stockholms
Stockholm leðir óbúslega leðileg borg, óbúslega leðilegt fólk, óbúslega leðilegt lið, þetta ekki fyrir okkur, right? Ok, svo einhvern veginn fórst í vinnuferð og það laus þriðjudagur, right? Í Stockholm, óbúslega leðileg borg. Hvar endar? Þú endar á stað þar sem lagtónlist, þar sem allir túristarnir enda á. Og Tempelbar. Einmitt. Þú veist, og málið það, manneskið sem búin að vinna í núna gott sem 13-14 ár með trúbátar okkur einasta degi. Ég er ekki eitthvað þegar ég fara með glas, kíkjum á trúbán, þetta er ekki það sem að gerast. Nei, hvað gerist? En ef við erum að hugsa að við ætlum að reka fyrirtæki sem skilar, og sérstaklega á Íslandi, þetta er ofbáslega erfiðu business, sko. Bara, þú veist, þið vitið það báðir. Fyrirtæki opna, fara og það er líka dýrt að vera með trúbátar og smækla með, við erum að borga þessu laun, það er enginn rauka aðgang hérna inn. Ég veit það er spurningin sem ég er að spyrja. Nei, þetta borgar sig vegna þess að þeir túristar sem eru í landinu. Þú ert að krossa fingur á túrismæti. Já, ég er samt ekki að krossa fingur, vegna sem sama tíma, Íslendingarnir koma hérna, þið báðið tveir koma hérna inn og það bara, viltu ekki spila eitthvað Ísland? Þú veist, ég meina, það er raðir inn út og fólk kemur helgi eftir helgi að leita eftir sama íslenska skítalæginu og þetta bara goddamn virkar. En ég er að reyka business líka, ég sem pöngari. Hatar það? Ég get ekki sagt ég hati þetta, ég býti fullt af penning út af því, svo ég er svona smá runga mér yfir þessu. Svona milli. Já, en ef þú ert businessmaður, þá klárlega er þetta hugmynd. En hvað virkar það? Þú segir helgar. Ég með alla virkað, ég með alla daga mánuðar sem ég trúpa. Þannig að fólk lappar inn og það er trúpi. Og það er live tónlist. Og fólk bara lappar á hljóðið. Já. Það er nefnilega, vandamáli. En ertu þá, þú eru bara að spyrja, þú veist, ertu þá að leita að ferðamannum stemmingu, come on hann málið á lappinu kaldar einhver fokkin ógíslega feitir bankakallar og svo við erum 4 manneskjur svo kemur hingað inn og eitthvað fólk að dansa og fá sér skot, fokkið, hvað myndir velja að vera? Ég ætla ekki að kommenta. Ég sé bara góð búin. Þú myndir þið myndir báðið tveir fokkið vera hér inni spyrjum við, er ekki laust ég veit nákvæmlega hvað þið bæði væri og þið væri hérna inni og þetta er ekki galin hugmynd vegna þess að leið á komið smá prómill í liðið leið á komið prómill í liðið þá er þið hérna inni og þið vitið að báðið tveir Við erum að tala þegar það er ákveðið mikill prómill hann er oft meiri mér það er það sem við erum að vinna með þú veist, fólk fær sér prómill eða allir detti á detti ég er ekki að tala um fólki sem fær sér einn yfir öðvinsklasi ég er ekki að búast við þeim og það detti á treyti, það endur hjá mér frekar að segja líka að það sé frekar örlítið, þú veist, alltaf meiri stemningi því að borga þá örlítið meira fyrir einhver gæja sem er misgóður þú veist, og allt bara eins og starfsfólk og allt annað verður mjög misgóð en að þú borgar, ég meina, þú veist, það hlýtur að vera eitthvað svona premium verð, þú veist, einhver svona viðjumsverð já, við borgum bara svart og sér löst nei, 100% hvítfyrirtæki alveg hafa það á hreinu en að því sögðu, þú veist, þannig en þú vilt meina það að það sé þú veist, að þú satt sér frekar á að ná góðri stemningu á lélugum trúbador sem borgar harra en þú myndir vera með músík á Já þú veist, það er þín eigin músík Ok, ég meina að sko að því að nú er ekki með reynslu þessu ekki þú Svenni ekki heldur, nei ég segi bara, þú veist, þannig að Lilja segir það, þá er það hannig þetta borgar sig sko og líka annað, svo getur heldur ekki verið með barn ef það er, úst, ef ég til dæmis tek eftir baurum í miðbænum sem er bara, það er ekkert að gera í loka 11 svo er með konar sem koma regla og koma að hörðunni alltaf lokari consistency is key alltaf, svo ef þú lofar ykkur upp í erfina þér þá er þetta bara, auðvitað lendum við í því að sé döðdagar, bara að trúbátar og hann spila fyrir 6 mannskjur er þetta skemmtilegasta vakti minn? Get ekki sagt það er það skemmtilegasta fyrir konuna heldur? Get ekki sagt það en þetta er consistency, svo kemur daginn eftir svo allt innu er ég með fullan staðina á þriðjudegi að því að var eitthvað skip í höfn og það er bara búm 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 eins og laugardag fyrir aðra bari en það er einungis vegna þess að ég bauð upp á frítt aðgengi og frí tónlist skilur, já en ég meina, þú talar um skipi öfni, ég meina það koma einmitt skemmt yfir skipi ég þurfti að hringja Ölger þetta á laugardagsmótni bara að því að bandaríski herinn mæti sem bara 32 kútar að Guinness bara út á einu föstu Hringir það Svenn og lætur vita að bandaríski herinn sé þetta Já, ég ger það stundum með danska herinn Dansa? Lilja veit ég fíl ekki umskorinn hippið þannig Það er að pása Stoppa þetta Ok, breaking news ég fór að pissa og ég fer á missilentires.com ég er kvíðasjúklingur
og hver gerir það? Ég gerði ekki, ég fór bara á þarna síðuna ég fór bara á Facebook og ég sé einhver það bara frábært og svo sé einhver svona frá Hótel Akureyri sem frábært, sem geðvitt hótel. Þarna voru við fyrir ekki það löngu meira en ári þegar þú keyptir Smelly sætla minninga það var svona sko það var missið stjarnar út af fyrir sig 1,5 1 stjarnar nei sko það var fyrir alveg rúmu 1 ári 1,5 sko ok, það er svo nátt segja já, 1,8 tímur flýgur í veitingabransunum svoleiðis flýgur en þá vorum við að gista á Hótel Akureyri þá vorum við að gista á Hótel Akureyri og ég einhvern veginn sé og þau erum farin út fæsla núna en ég einhvern veginn sé að það komið einhvern Hotel Michelin recommendation og það ekki stjarnar, þetta bara þarna þetta er bara, þú veist, þetta recommendation á hótel og annað og þannig ég náttúrulega verið mjög spenntur og ætlaði bara að hringja beint í Rafn og verið bara, oh my en svo lesi ég hans betur og þá eitthvað svona þú veist, Michelin guidin að mæla með hótelum líka þetta er bara hótel og þannig ég lesi það betur og bara í þessari básökar og ég eitthvað svona svo eitthvað svona, ok, býtti Hótel Akureyri kom með bara svona meðmæli í gætinum þannig ég hringdi bara í Gunnar Kalla og spurði hann út í þetta og Gunni Kalli gaf mér bara eigandinn, bara Michelin kokkur sem við hefum komið fram áður og hann gaf mér bara mjög loðinsvör hann segði bara, þú veist ekki loðins hann sagði bara fara upp í þeim og ég spurði hann spyrunum út og bara því það eitthvað og hann en nú ætlum ég að segja frá mínu mati hvað ég held að þetta þýði nú byrja ballið að ég ætla að segja að fyrir mig meikar ekki sens að þegar þú ert með sko einn besta veitingastað á Íslandi einn aðeins bestu algjörlega á kantinum að það sko Hótel Akureyri, þetta er frábært hótel við gistum hann þetta er ekki, þú veist að þetta er gætin sem ekki koma út eitthvað áður en eitthvað annað kemur en veitum við hvort hann borðaði á North Bay til þú veist, eða var hann bara sko á hótelið þetta fór hann að borða líka það meikar ekki sens þú er ekki um þetta nei, við vitum það svo sem ekki fyrir víst. Ég samt sem var að segja það að það meikar ekki sens. Ég meina, kannski er hann til að tjekka hótelum. Ég held að þú ætlar að steinhaldi kjafti þessari. Svo er það bara þannig. Já, en ég meina takk samt fyrir að koma með. Svona kemur þegar gestir koma, þá segir Svenni grjót halda kjafti. Ég veit alveg hvað mín staða er, skilur. Ég garga bara á það. En ég meina, Lilja er að koma með eitthvað punkt sem að, þú veist, ég held að meiki ekki sens, en high five. Ok. Svo er það. En ég hugsa að ef einhver frá gætinum er að koma, þá hlýtur hann að vera að borða á North og er að koma út af North. Þú veist, þetta er mitt mat. Ég meina, ef manneskja fór ekki á Norð, það er eitthvað að. Það er raun og veru sko galið og það meikar ekki sens. Sem tengist bæði við Hótel Akureyri, bara svo að sé vitað. Norð tengist Hótel Akureyri vegna þess að þeir leigja staðinn af Hótel Akureyri. Sem er stór partur á upplifunni fyrst mér, að maður lappar inn Hótel Akureyri og sér það að beitt við lifa beautiful, já, svo lappar eitthvað göng og svo allt í henni kemur Michelin, ætti að vera Michelin stað. Áður en að Lilja hélt í fram að þetta væri bara gætin að koma að teka hótelin en ekki fara að borða. En ég bara veltaði fyrir mig hvort þetta sé eitthvað svona nýtt eins og þú varst að segja. Já, þá myndi að bara fara að skoða hótelið. Þú hlýtur samt að nýta, en mitt mat áður en ég fer í þriggjarétta, það er búið að tilkynna þetta en ekki matinn það er örugglega bara gert með færi örugglega stjórn nei, ég ætla að segja að North færi recommendation þú veist, mitt mat er og það er breakthrough í þessari sögu er að mitt mat er að þeir eru komið með eitthvað svona, þú veist, og það er ekkert svona breakthrough moment hjá þeim að búa til eitthvað svona risastórt eitthvað í einhverju hóteli, þetta er bara svona fréttatilkynning sem kemur og allt er bara North eða Hótel Akureyri komið með recommendation á Michelin gætinum. Þannig að ég, og þetta er mitt mat, ég held að North fyrir komandi veitingu, stjörnuveitingu á Norðurlöndunum sem er að ég held bara einhvern tímann næstu viku í Kaupmannahöfn. Að ég held að North er að fara að fá allavega recommendation að það meikar ekki sens að setja hótelið og ekki og það er alltaf að segja og fyrsta manneskjan sem ég ætla að hringi þá það er Rafn Svansson og ég ætla að bjóða hennum
hér og þar til útlanda og skála þar. Það lofaði bara mér sem hér. Herðu, hvað búin að lofa mér lengi? Já, ég meina þú veist. Fyrir hvað? Fyrir stjörnu? Ég búin að bjóða nokkru sinnum. Eins og maður sé ekki búin að halda í hendina á svo manni. En þú veist að hann vill bara stjörnu eða recommendation. Það stjarna ykkur starf aftan á mér sem maður getur skoða. Boom, ok. Ég segi merkja ekki fyrir Hvað sagði Limp Bizkit? Chocolate starfish. Já, fyrsta skil sem við vitnaði Limp Bizkit ekki seinasta þetta er ekki New Rock þetta er lítið slúður, förum í þarna þriggjarétta hjá Lilju eftir augnablik. Jæja, þá er komið að því. þá erum við róku niður. Við erum með gesti fyrir skipti í langa tíma. Já. Þá er það Death Row. Það er síðasta kvöldmáltíðin sem að þýðir að þú ert á leiðin í stólinn eða dauðdæja. Ég myndi allan tíma að taka sprautuna maður hjá. Já, ætli þess ekki normið í dag. Já, sprautan, já. Hún er á leiðinni. Er það einhver svona örlítið svona, þú veist, MDMA fíkn í gamla daga? Já, það gæti verið það, en sér það líka bara hugulegt að fá okkur nálar henduna mér og bara sopna hann bæla. Ok. Svona eins og þegar maður fyrir allir heimili, ég hef aldrei tekið heroin eitt svona, en ég er alltaf bara að lofa mér því ef ég er með einhvers konar virkan framheila fyrir allir heimili, þá byrja ég fyrst að nota. Þannig, langsam við verðum með þetta, myndið þú vilja hristast í stólnum eða? Hristast í hvað stól? Í stólnum, bara þú veist, myndir ég vilja fá rafmagn eða sprautu? Hvernig væri að fá bara kúlu í ennið? Nei, svo er það, ég myndi vilja fá hann í nakkan að horfa á hana. Nei, ok, nú er það dark, þú veist, ég var bara að spila hana. Ok, en við oft kúlu í nakkan. Nei, maður það, bara uppi vegg, ef ég þarf ekki að horfa á hana þá var ég líka til í það, ef þú getur bara 1, 2 og bara og hann segir 3, skjóta 2. Já, ég er að segja það, þá býstu við því, þannig að skjóta 1. Þetta er ekki option. En bara smelti mér uppi vegg og getur það í nakkan á mér. Það er ekki betra en sprauta því að sprauta svona. Nei, en það er sama að gera við dýrin. Fyrst, þeir bara gefa þér deyfefni og svo drepa þér, þannig að þú actually finnur ekkert fyrir þessu. En þú veist það þetta er bara eins og að lóa ykkur, þú ert bara að lóa mannesku. God damn, ok, það er verið að lóa þér. Það er enginn að spyrja mig. En fyrst máttu fá í þína síðustu kvöldmáltíð og sko ég segi náttúrulega bara eins og við mátt tala þú ræður henni hversu marga rétta, það þarf ekki að vera eitthvað svona bara hvernig þú vilt hafa þetta. Ég er bara með þetta vel under control. Ok, þannig að við byrjum, er það sódavatn eða vatn? Við byrjum henni gróni. Ógeðslega þælum og þá setjum við vinnu mínu á fjölskyldu minni hjá mér. Já. Og bara virkilega, ekki hræra hann of mikið. Og þannig að fyrstu sopin er alveg svona smá svona sírópslegur. Já, þú veist, þú fara alveg svona smá kikk í fyrstu sopuna að því það er klakar með og svona. Og forréttur, þá myndi ég fá gömlu íslensku humarháluna bara með íslensku smjöri og hvítlauk, krispí gott hvítvín. Það er forréttur. Það ljóma mjög vel, hvað hvítin í huga? Bara chablis, bara ógeðslega gott chablis, bara ískalt og gott, bara þægilegt, þú veist, ekki trufla matið mér ná mikið, sko. Nei, bara smá svona sítrus á móti. Já, bara alveg jafnanda vel út. Og svo myndi ég segja, ég hef alltaf valið T-bone, en bróður minn er mikill matgæðingur og ég verði að gefa hann hérna eitt geggja high five. Ég fór til hans í matnum daginn og hann var með í Berigo kjöt. Hvað það segir þú fyrir? Það er spánst svín og þetta er svona í rauninni eins og wagyu svínana, þú veist. Já. Og hann hægði þetta á kólum og eitthvað svona og þetta var besta kjöt sem ég nokkuð tíma sett upp með munnuna mér. Og það heitir aftur? Í Berigo. Já, og ég hef alltaf valið típbróðin. Já, ég verði að lofa hann, hann er þannig að myndi láta hann elda þetta já, bara, hann er bara, hann er svona þú veist, matgæðingur á öllum köntum og bara, þetta var best að, ég hef alltaf valið típbónin en núna myndi ég skipta yfir í Berigoið, af því að þetta var best að geta ég smakað. Geggja góðar, stökka franskar, mjúkar inni, heitar og bernest þess að dífi, that's it, og bara gott rauðvinsglas með þessu. Bara whatever, rauðvin. Já, en samt bara svona, ekkit of djúpt rauðvin, þú veist, bara svona spænst sumarauðvin, þú veist, svona bara létt rautt þægilegt að því að kjötið tala fyrir sig. Eftirréttur, þá ætlum við að fara smá Ísland, Bretland, þá myndi ég taka rabarbara krambúl. Ok, ég sé það. Með ógeðslega góðum analýs og rauði púrtvinni. Bordeaux.
og svo myndi ég taka góða viskíflösku til þess að skella þessu öllum yfir. Þar var ég komin inn. Kemur Svenni inn. Það sko viskí með, og þú kemur með viskíflöskuna. Færandi hendi. Og hvaða viskí kemur Svenni með? Svo sem fyndi með mig, nú er ég mikil viskíketting og tequila, mér finnst alltaf eitt gott, en ég elska blöndur. Ég elska, eins og Monkey Shoulder og Johnny. Blandaður Scotch. Já, blended Scotch. Ég elska Johnny Walker og ég elska Monkey og svona. Ég fíl ekki ofreikt, ég er ekki svona æla viskí. Mér finnst góða blöndur ekki Lagavulin, ekki Lafroig, heldur bara svona blandaður. Nei, það er ekki öskubakkan, ég vil bara fá bara svona þægilegan, en hann var í vískilju sem hann gerir örlítið rutti en ekki öskubakkin og bara eina flösku af því, þá væri ég helviti góð fyrir sprautuna. Og væri þú þarna bara sátt, bara að þetta er komið, ég þarf ekkert meir? Mögulega myndi ég fróa mér einu svona rétt áður. Ok, ef að hafa það sem... rungið. Já. Hvernig væri það? Þú veist, eftir viski, hversu langt, kannski myndi ég byrja á því, áður ég myndi borða. Góð spurning, fyrir eða eftir? Já, það er eftir að taka svo langur tíma. Það væri bara svona, hey, you're out of time. Sérstaklega eftir að heila Monkey Shoulder. Getum við seika þessu aðeins, þetta er ekki að koma. Ég myndi að byrja runginu og síðan fara í dinner. Svo er það. Tökum við fenni. Ok, þannig að þetta er raun og verið bara síðasta... og svo er nýr liður, dagskrárliður, síðasta rungið eða fróið þú vilt ekki gera þenni klefa með einhverjum gaur fyrir ofan þig, þannig að ef ég myndi geta fengið það af síðust, þá var ég óbúslega þakklátt fyrir það. En þú veist, bara létt kotta hérna í okkur myndi maður geta fengið fullnægingu vitandi það að það er verið að bíða eftir að drepa ég var bara, let's fucking back this in þetta er svo ímóin hún er svo góð sko. þetta kemur gott upp í okkar konu I like it þannig að það var rað á línuna. Lilja, svo er það bara það. Takk fyrir okkur takk fyrir ykkur og takk fyrir að vera alltaf svona góð við mig og mína vini og okkar vini og Íslendinga og almúan hér er ekki verið að gera upp á milli ekki eina sekundu á Irishman eru við öll eins já, bannað það held ég. Takk hérlega fyrir komuna. Takk fyrir að taka mig